Komið í sæl, bara byrja að byrja okkur öllum velkomið sem eru að fylgjast með þessari kynningu á uppgjöri þriðja ársfjórðungs 2022 og minna bara á það að spurningar sendist á fjárfestir@svfm.is ef það er eitthvað. Nú, ef við förum yfir það helsta úr starfseminni á fjórðungnum þá má segja að makrílar hafi gengið með svipuðu móti undanfarin ár. Það var langt að sækja fiskinn á tímabili og erfitt að viðhalda gæðum fiskins. Það var langt að fara og var ádægjum. Nú enn og aftur vorum við í veiðisamstarfi við okkar skipa og fleiri skipum. Þar sem fleiri skip sameinuðust að veiði í eitt, þannig að það var alltaf eitt á landlið. Þannig að það skipti auðvitað sköpum til að ná þeim afla sem við náðum í vinnslu. Nú síðan þegar leið á vertíðina þá fór að veiðast í íslenskum sjó og við veiddum meira íslenskum sjó á þessari vertíð en undanfarin ár sem er mjög jákvætt. Veiðar á norsk-íslensku síldinni gengu einstaklega vel. Það var stutt að sækja síldina. Hún lá hérna grönt út af Austfjörðum og svo kom bónus að það var mikil íslensk síld blönduð saman við sem meðaflið, þannig að við þurftum ekki að fara eins langt eftir þeim tonnum vestur fyrir land. Og síðan ef við förum aðeins í markaðina, staða á mörkuðum og flutningsleiðum er töluvert breytt sem skilar sér í hærri birgðastöðu sem að sést hérna í uppgjörinu. Frystigeymslupláss eru takmarkandi víða erlendis og flutningsleiðir. Samdráttur var í veiði bolfiskskipanna sem skýrist að samdrætti í aflaheimildum þar. Nú, við gengum frá kaupum á öllu hlutafé í Vísi hf. Í júlí síðastliðnum og fyrirvarar þeirra kaupa eru allir uppfylltir. Stefnt er að því að Vísir verður orðinn hluti af síldarvinnslu samstæðunni þann 1. desember næstkomandi. Nú ég ætla að bregða mér aðeins í lykiltölur. Fyrir fyrsta ársfjórðung þá voru rekstrartekjur samstæðunnar 79,3 milljónir á móti 72 milljónum sama tímabili fyrra. EBITDA var 28,2 milljónir dollara á móti 27 milljónir dollara. EBITDA hlutfall 35,6% á móti 37,5%. Það er ívið lægra sem helgast að því að við erum að taka stærri hluta í gegnum mjöl- og lýsisvinnsluna í þessum fjórðungi en í fyrra og það er ívið lægri framleiða prósentu þar. Nú hagnaður tímabilsins var 16,6 milljónir á móti 17,3 árið áður. Við veiddum tæplega 49.000 tonn á móti 42.000 tonnum árið áður. Við framleiddum einhver 38.000 tonna afurðum á móti 37.000 tonnum árið áður og þarna er líka minni munur en tilefni gefur til út af aflamagni en það helgast auðvitað því að mun meira fór í mjöl- og lýsisvinnslu en áður. Nú heildareignir samstæðuna nema 734,6 milljónir dollara. Eiginfjárhlutfall er 61,2%, handbært fé nam 47,4 milljónir dollara en var 79,9 milljónir dollara í lok árs. Veltum fyrir þá rekstri nam 72,5 milljónir dollara og nettó vaxtaberandi skuldir deilt með EBITDA hlutfall er 1,28 og meðalgengi tímabilsins var 138,9 á dollara á móti 123,3 á 9 mánuðum 2021. Nú ef við tökum 9 mánaða tölurnar eins og þær líta út, þá voru tekjur samstæðan á 246,9 milljónir dollara, EBITDA 84,1 milljónir dollara, EBITDA hlutfall 34,1%, hagnaður tímabilsins 62,8 á móti 69,9 árið áður, en inn í hagnaði 2021 er einskiptis hagnaður vegna afhendingu á hlutabréfum í SVFN eignafélagi til hluthafa upp á 23 milljónir dollara rúmar, auk þess sem að það var hagnaður af dótturfélögum þar inni upp á rúmlega 3 milljónir dollara sem var vegna hlutabréfaeignar í Sjóvá, hlutdeild í hagnaði Sjóvá á fyrsta tímabili, fyrsta ársfjórðungi. Nú við erum búin að veiða 177.000 tonn á móti 109.000 tonnum í fyrra og við erum búin að framleiða 110.000 tonna afurðum tæplega á móti 69.000 árið áður. Nú ef við förum aðeins í aflabrögð á fjórðungnum þá veiddu skipin okkar, uppsjávarskipin, 44.000 tonn tæplega á móti 36.000 tonnum fyrir árið síðan. Og ef við skoðum veiði eftir tegundum þá auðvitað vegur
makríll langmest eða 27.200 tonn, svo norsk-íslenska síldin 11.600 og svo kemur íslenska síldin með 4.000 tonn sem var ekki á þessu tímabili fyrra. Nú, ef við skoðum aðeins stöðu aflaheimilda, þannig að það sé hægt að áætla hvað eftir á árinu að veiða á þessum uppsjávartegundum, því það ljúkum þeim á þessum 12 mánuðum. Þá voru eftir tæplega 6.000 tonna kolmunna, við erum búin að veiða hann og mun meira en það. Veiðum einhvern 9.000 tonna kolmunna til áramóta. Norsk-íslenska síldin þá voru eftir 11.000 tonn og við erum búin að veiða það í dag. Og íslenska síldin þá voru eftir 7.700 tonna kvóta og við erum búin að veiða það í dag. Loðnu úthlutun komin 24.400 tonn sem þetta töluvert minna en í fyrra. Hún öll óveidd og við erum bara að skoða hvort við förum til loðnuveiða að einhverju leyti í nóvember. Nei, í desember fyrir ekki. Nú uppsjávarafli fyrstu 9 mánaða var 162.000 tonn hjá skipunum á móti 91.600 ári áður. Þarna náttúrulega kemur mjög stór loðnuvertíð inn sem vegur mjög þungt. Og veiði eftir tegundum, það eru 75.000 tonn af loðnu sem við veiddum. Og þið sáu áðan í aflaheimildum að nú erum við með þriðja af þessu í aflaheimildum í dag, 24.000 tonnum á móti 91.000 tonnum. Nú, bolfiskaflinn tæplega 5.000 tonn eða á móti tæplega 5.800 tonnum árið áður, þannig 800 tonna niðursveifla í bolfiski. Þetta helgast auðvitað stærstum hluta bara á samdrætti í aflaheimildum og það hefur verið niðurskurður í bolfiski og skipum hefur verið beitt aðeins öðruvísi. Svo hefur verið viðhald og stopp á skipum. Nú veiði eftir tegundum, þar erum við að, eins og sést að þá veiddum við 2.200 tonnum á þessu tímabili fyrir í þorski en við vorum að veiða 1.200 tonn núna. Mikill samdráttur þar og það helgast auðvitað því að við fórum ekki í Barentshafið með blangi sumar eins og árið í fyrra. Og staða aflaheimild í bolfiski fiskveiðiárið er nýbyrjað þannig að það er góð staða þar eins og sést á stór hluti eftir. Nú bolfiskaflinn á 9 mánaða tímabilinu 15.000 tonn á móti 17.700 tonnum árið 2021 og það bara þessi niðurskurður sem að verða á heimildum og minni ráðgjöf og síðan auðvitað þessi pottar taka til sín 5,3% og við erum líka að nota hluta til bolfiskafla inn í pottana til þess að skipta út fyrir uppsjávarfisk. Nú landvinnsla hjá okkur fiskimjölsverksmiðjunnar tók á móti 37.400 tonnum á tímabilinu á móti 24.200 á sama tímabili fyrra, þannig að þarna töluverð aukning. Á sama tíma við erum að sjá uppsjávarfrystinguna, samdrátt þar er 30.600 tonn og 36.000 árið áður, þannig að það 6.000 tonna samdráttur þar. Í bolfiskinum tókum við 399 tonn á móti 502 tonnum árið áður í vinnslunni á Seyðisfirði. Nú þetta kannski sést vel að við skoðum framleiðslu á tímabilinu að við erum búin að framleiða 12.600 tonna mjöl og lýsi, 20.300 tonna af frosnum uppsjávarafurðum og fóðurframleiðslan svipuð og bolfiskframleiðslan en við erum að sjá þarna þessa sveiflu yfir í mjölið frá manneldisvinnslunni sem helgast að hluta til að markaðsaðstæðum og eins gæði fisksins. Það fór aðeins meiri makríll í undan vinnslunni núna í mjöl og lýsi út af gæðum hans og svo hefur farið náttúrulega mikið af síld á tímabilinu í mjöl og lýsi einfaldlega út af markaðsaðstæðum. Nú landvinnsla á 9 mánuðum þá erum við búin að taka 240.000 tonn tæpi eða 239.000 tonn í fiskimjölsverksmiðjunum og þarna eru 135.000 tonn af loðnu sem auðvitað gríðarlega mikið og góð vertíð. Nú á móti 87.000 tonnum árið áður. Móttaka uppsjávarfrystingar 42.000 tonn á móti 48.000 tonnum árið áður. Þið sáu samdráttinn í myndinni hérna á undan. Bolfiskurinn með 2.000 tonn á móti 1770 árið áður. Þetta nú aðalega frystihúsið á Seyðisfirði. En það sést líka þar að við erum að vinna meiri uppsa þar en við höfum gert undanfarin ár. Þannig að framleiðsla afurða komin í 110.000 tonn en var 70.000 tonn á sama tímabili fyrir árið síðan. Nú ef við aðeins förum í rekstrartölurnar aftur þá voru rekstrartekjur samstæðurnar 79,2 milljónir dollara og rekstrargjöld námu 51 milljón dollara. Þannig var EBITDA hagnaður upp á 28,2, afskriftir 2,7 milljónir dollara
og rekstrarhagnaður með $25,4 milljónir. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld neikvæð á tímabilinu $3,1 milljón. Og það helgast auðvitað þessi sveifla í fjármálatekjum og fjármagnsgjöld. Við erum að sjá aðeins hærri vexti og svo vorum við líka að fjármagna kaupa á hlutabréfum í Arctic Fish á tímabilinu. Nú áhrifarekstri hlutdeildarfélaga neikvætt $862 milljónir. Nei, $862.000 fyrir ekki meir. Og hagnaður fyrir skatta nam þannig $21,5 milljónir, reiknaður tekjuskattur $4,9 milljónir tæplega. Þannig hagnaður tímabilsins $16,6 milljónir á móti $17,3 milljónir. Þarna hagnaður aðeins niður og það helgast auðvitað aðalega sveiflu í, ef við skoðum nemur nánast sveiflunni sem á áhrifarekstri hlutdeildarfélaga. Nú ef við skoðum 9 mánuðina þá voru tekin $246,9 milljónir og rekstrargjöld $162,8 milljónir og EBITDA $84 milljónir. Afskriftin nema $8,9 milljónir, þannig rekstrarhagnaður tímabilsins $75 milljónir. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld eru jákvæð $4,2 milljónir. Nú áhrifarekstri hlutdeildarfélaga neikvæður $333.000 og hagnaður fyrir skatta nam $78,9 milljónir. Tekjuskattur 16,1, hagnaður tímabilsins þannig $62,4 milljónir. En ég vek aftur athygli á því að einskiptis hagnaður á árinu 2011 vegna afhendingu hlutabréfa í Sjó að þarna hagnaður afhendingu dótturfélags 23,6, auk þess sem eru $3 milljónir vegna áhrif hlutdeildarfélaga sem vegna hlutdeildar í hagnaði Sjó á fyrstu 3 mánuðum. Þannig að það má segja að þar sé farin út einskiptis hagnaður upp á $26,6 milljónir cirka. Nú ef við skoðum aðeins hagnaðarbrú fjórðungsins þá voru við með hagnað upp á $17,3 milljónir árið 2021. Við erum með EBITDA upp $1.250.000, afskriftir lækka $290.000, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld hækka $1.205.000, gengismunur jákvæður $328, verðbréf og afleiður eru jákvæð $865, hlutdeildarfélög eru neikvæð $884.000 og tekjuskattur hækkar 1,3 og þannig hagnaður tímabilsins $16,6 milljónir. Nú ef við skoðum aðeins hagnaðarbrúna á 9 mánuðunum þá vorum við hagnaður upp á $69,9 milljónir fyrir 9 mánuði 2021. Við erum með EBITDA upp á $24,3 milljónir, afskriftir aukast $922.000, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld aukast $1.480.000, gengismunur jákvæður upp á $2,9 milljónir tæplega, verðbréf og afleiður eru jákvæður upp á $1,4 milljónir. Nú hlutdeildarfélag og áhrifarekstri hlutdeildarfélag eru lægri $4 milljónir og það vegur náttúrulega langt þyngst eins og ég minntist á áðan. Hlutdeildin sem við áttum í hagnaði SHF eignafélags á fyrsta ársfjórðungi 2021. Síðan afhending dótturfélags sem ég áður minnst á $23,6 milljónir niður og við erum með tekjuskatt aukningu upp á $5,8 milljónir tæplega, þannig hagnaður tímabilsins $62,8 milljónir tæplega. Nú ef við förum aðeins í starfsháttayfirliti hjá okkur þá útgerðin með tekjur upp á $105,8 milljónir og kostnaður seldra vara upp á $39 milljónir, laun upp á 33,4, annar rekstrarkostnaður upp á 2, þannig ekstra hagnaður fyrir afskriftir $31,3 milljónir. Nú landvinnslan með $188,4 milljónir, þar kostnaður seldra vara $119 milljónir, launakostnaður $12 milljónir og annar rekstrarkostnaður upp á $890.000, $1,8 milljónir. Nú rekstrarhagnaður fyrir afskriftir á landvinnslu nemur þannig $55,4 milljónir og annað sem fóðurverksmiðja Laxá og skrifstofa- og stjórnunarkostnaður með tekjur upp á $18,9 milljónir, tæplega 19, og kostnaður seldur upp á $16,8 milljónir og laun upp á 2,6,
Annar rekstrarkostnaður á 2,2, þannig rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 2,7, neikvæður 2,7 milljónir dollara. Þannig nemur rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 84 milljónir dollara á félaginu. Afskriftir eru 8,9, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld jákvæður 4,2, áhrifarekstri hlutdeildarfélaga neikvæður 587.000, hagnaður fyrir sölu hlutdeildarfélags 250, hagnaður af sölu hlutdeildarfélags $252 og tekjuskattur 16,1, þannig hagnaður tímabilsins 62,8 milljónir dollara. Nú ef við skoðum aðeins EBITDA-brú fyrir 9 mánuðina, þá var EBITDA 9 mánuða 2021 upp á 59,7 milljónir dollara. Útgerðin var hækkað 6,4 milljónir dollara tæplega, landvinnslan 16,8 milljónir dollara og annað betra 1,2 milljónir dollara. Þannig EBITDA 9 mánuða 2021 84 milljónir dollara. Nú ef við förum aðeins í efnahag félagsins, eins og hann lítur út 30. september, þá verður óefnisreiknir upp á 264,5 milljónir dollara. Rekstrarfjármunir upp á 194,1 milljónir dollara. Fjáreignir upp á 126,8 milljónir dollara. Og þar verður þyngst eignarhlutur í hlutdeildarfélögum. Nú fastafjármunir samtals nema þannig 585,5 milljónum dollara. Og breyting upp á 113 milljónir dollara. Þar vegur auðvitað langþyngstu eiginlega stærsta breytingin vegna kaup okkar á hlutabréfum í Arctic Fish í júnímánuði. Nú eignir við erum með veltufjármuni upp á 147,5 milljónir dollara og þarna kannski sést að byrðir að aukast 53 milljónir dollara á meðan viðskiptakröfur lækka. Þetta rauninni það sem að gerast í mörkuðum inn á Austur-Evrópu, að við erum að afhenda meira gegn greiðslu og höldum vörunni þar til að erum ekki að flytja út vöru í geymslur, eða semst kaupindur hafa ekki aðgang að frystigeymslum. Það mun alltaf miklu stríðið í Úkraínu og við vorum að selja töluvert inn á Svartahafið fyrir ári síðan, sem við erum ekki að gera núna, sem fór það í stórum förum. Nú við erum með veltufjármunir samtals þannig upp á 149 milljónir dollara, eignir samtals nema þannig 734,6 milljónir dollara og hækka á tímabilinu frá áramótum 100 milljónir dollara, 100,4, og það eins og ég segði áður, hlutabréfin Arctic Fish að stærstu leyti nær eingöngu. Eigið fé skuldir, eigið fé félagsins samstæðunar 449,4 milljónir dollara, langtímaskuldir skuldir og skuldbindingar nema 197,5 milljónir dollara, skammtímaskuldir 87,6 milljónir dollara, þannig skuldir samtals upp á 285,1 milljón dollara. Eigið fé skuldir nema þannig 734,6 milljónir dollara. Nú, ef við kíkjum aðeins á sjóðstreymi 9 mánaðana 2022, þá vorum við með handverkfé upphafi árs upp á 79,8 milljónir dollara. Veltufé á rekstri nemur 72,5 milljónir dollara tæpum. Rekstrartengdar eignir og skuldir nema 15,2, það náttúrulega bara birgðasöfnun stærstu leyti. Varanlegir rekstrarfjármunir taka til sín 6,5 milljónir dollara. Fastafjármunir í smíðum taka til sín 15,9 milljónir dollara. Það stærstu hlut og nær eingöngu fjárfesting í fiskimjölsverksmiðjunni í Neskaupstað. Fjármögnunarhreyfingar upp á 46,6 milljónir dollara sem ný langtímalán sem við tekin í sumar þegar við keyptum hlutabréf Arctic. Eignarhlutir í félögum tekur til sín 113,8 milljónir dollara sem kaup okkar á Arctic. Að handbært tímabils nemur þannig 47,4 milljónir dollara. Nú, ég svona gert af vana mínum að fara yfir horfur á mörkuðum, fengið markaðssölumenn og þá sem að vinna út í mörkuðum til þess að fara yfir þetta með þeim, en það meta svona fyrir hvernig umhverfið lítur út. Nú ef við skoðum uppsjávarmarkaðina þá makríll, við eigum töluvert í birgðum en þannig allur í afhendingarferli og ef að spár gangi eftir þá verður sölu á honum lokið fyrir hluta næsta árs. Síld, það hefur verið nokkuð tregða á síldamörkuðum og meðal annars í Póllandi
Nú afhendingarinn á útgáfunum ganga mun hægar en það hefur verið eftirspurn hefur verið til staðar og okkar viðskiptavinir í Úkraínu tala að það gangi ágætlega að koma vörun út í verslanir og sölur gangi ágætlega en það tregða í að koma þessu inn til Úkraínu og inn á Austur-Evrópu í flutningsleiðum. Nú við reiknum auðvitað með að sala á síld glæðist fyrir jólin. Þetta mikill síldartími framundan og það hefur verið að glæðast núna á síðustu dögum. Loðna Austur-Evrópu, nú erum við farin að horfa kannski á nýja vertíð sem að koma í vetur og við teljum að það séu góðar horfur og það töluverður eftirspurn og áhugi á loðnu eins og inn á Austri, inn á Úkraínu en auðvitað stríð í gangi og það má ekki gera lítið úr þeirri óvissu og ég held að sé allir meðvitaðir þá óvissu sem að það vofir yfir bæði okkar rekstri og mörgu öðru út af þessu blessaða stríði. En það líka alveg rétt að minnast þess að fyrir ári síðan, eða semst á síðustu vertíð, muna kannski margir þegar við snerum skipi sem var fullt af loðnuafurðum og frosnum afurðum á leiðina Svartahafi sem við snerum við þegar stríðið skall á og við áttum töluvert að loðnu í birgðum inn á Austur-Evrópu eftir síðustu vertíð og hún öll saman seld og farin og greidd þannig að það hefur gengið ótrúlega vel að selja inn á þessa markaði þrátt fyrir allt. Nú loðnin á Asíu, hún í birgðum hjá okkur í 9 manna uppgjörum en öll seld og það bara verið að afhenda síðustu tonnin og það verður klárað fyrir áramót. Og ég held að sé ágætis hljóð í þeim markaði fyrir komandi loðnuvertíð. Loðnurhogn, það að ljóst að þar erum við með dálítið í birgðum og við erum að selja framleiðslu vertíðarinnar síðustu og verð hafa verið góð á því sem búið að selja en það hægari sala og töluverðar birgðir til á loðnurhognum í landinu að ég tel, samkvæmt útflutningstölum og við til dæmis erum að horfa líka á það að loðnuvertíð síðasta var dálítið skrykkjótt í gæðum á hognum, þroska og öðru slíku sem við höfum ekki séð mjög lengi eða ég held ég hafi aldrei séð að þau voru mjög misjöfn og sitja það í B-birgðum og okkar stærsti sá sem tók mest að B-hognum frá Íslandi er markaðurinn í Hvíta-Rússlandi og það hefur farið mjög lítið þangað inn núna þannig að það eru eitthvað að birgðum í landinu af slíkum hognum. Nú, mjöl- og lýsismarkaðir hafa verið ótrúlega stöðugur í haust og á þessu tímabili og verð hafa haldið, mann sem oft upplifa það að verð lækka þegar líður fram á haustið, svona rís á vorinu og yfir sumari en lækkar en verð héldu inn í haustið og hafa haldið og ég held að sé útlitið nokkuð stöðu og eftirspurn eftir mjöli á fyrsta fjórðungi næsta árs og við erum byrjaðir að selja mjöl og lýsi inn í þann fjórðung og bolfisk afurðir það er aðeins hægt á sölum þar en það gengur ágætlega að selja en eftirspurnin er aðeins minnkað og svona aðeins þyngst en verð hafa verið há á síðustu mánuðum og gengur allt í lagi en auðvitað eins og ef við skoðum á Asíuvöru og það mun eiga líka við í vetur Asíuloðnuna og hognin að það þessar sveiflur í gengi japanska jensins á móti dollar sem gerir náttúrulega kaupendum í Asíu aðeins erfitt fyrir á gengisveifla. En svona landvinnslu bolfiskafurnar hafa bara verið nokkuð stöðu og eftirspurn og gengi vel að losa. Nú ef við horfum aðeins bara á deilistofnana eins og nú liggur svona nokkuð fyrir hvað við megum veiða í þeim á næsta ári þó að sé ekki búið að semja þessa stofna og það er alltaf ákveðin óvissa menn ekki samið þessa stofna en ég held við getum miðað við ráðgjöf ICES og áætlaða veiði þessara þjóða sem að kljást þessa stofna þá reiknum við með að íslenski kolmunnakvótinn verði 81.000 tonn hjá okkur sem töluvert mikil aukning frá árinu í ár og við erum að sjá norsk-íslensku síldina aðeins niður en ekki mikið og makríll líka niður lítillega en eins og þessi mynd sýnir að þá verðum við svo sem bara mun betur sett inn í næsta ár hvað snerti deilistofna. Og eins og ég sagði upphafi veiðin á síld hefur gengið með besta móti og við erum bara að ljúka þessa dagana veiðinni
kolmunnavegar í íslenskri lögsögu gengur ótrúlega vel í haust og var styttra að sækja hann. Og það eru allir búnir við sína kvóta og flestir að keyra aðeins fram yfir eins og má samkvæmt reglum til að veiða sig inn í næsta ár. Nú fiskimjölsverksmiðjan í Neskaupstað, hún er á áætlun, það er að segja stækkunin. Litla verksmiðjan hefur verið gangsett og við erum að pröfa að gera hana. Ég held við getum sett að það lofi bara góðu. Við erum að sjá afköstin sem við reiknum með vera komin inn og fyrstu mælingar af afurðum lofa líka mjög góðu. Þannig að við erum bjartsýn með þessa fjárfestingu að hún eigi eftir að vera til góðs. Og auðvitað er þessi aukning í kolmunnakvótinn á næsta, það má ekki gera lítið úr því að þetta er auðvitað hér í mjöl- og lýsisvinnsluna hjá okkur og styrkir mjög við og stefnir bara í mjög gott ár hjá verksmiðjunum. En auðvitað stærsta verkefnið okkar hér í síldarvinnslunni framundan er að samþætta rekstur Vísis og síldarvinnslunnar. Og þetta er auðvitað mjög spennandi áskorun fyrir starfsmenn beggja félaga og ærið verkefnið að ná árangri í því. Og við munum einhenda okkur í það með öllu því góða fólki sem vinnur bæði í síldarvinnslunni og Vísi. Nú umhverfið, ef maður svona aðeins reynir að fókusera á það, að þá auðvitað þessi að hafa lausa kjarasamninga, hvort sem það er hjá landverkafólki eða sjómönnum, er náttúrulega mjög vond staða, bæði fyrir fyrirtækinu og ekki síður fyrir starfsfólki, þessi óvissa sem slíkt er að valda. Við erum að sjá aðgengi að fjármagni þyngjast og vaxtakostnað hækka, það er engin launung á því og það er alveg óvíst hversu lengi það ástand mun vara, hvenær við erum að fara að sjá einhvern viðsnúning í því og nýjasta dæmi er náttúrulega þessi stýrivaxtahækkun Seðlabankans í gær. Nú síðan er engin launung á því það er þetta ömurlega stríð sem að virðist ekki ætla neitt enda að taka, en það er auðvitað að valda því að olíuverð er hátt og það er búið að vera hátt í nokkur misseri og við erum að sjá háa frakt á afurðum frá landinu. Og eins og sést í vörubirgðum hjá okkur að þá erum við að sjá aukningu í birgðum, meiri bindingu í birgðum, en auðvitað kemur á móti að það er minni binding í viðskiptakröfum á móti. Þannig að söluferli er að breytast, að í stað þess að vera að selja í skipsförmum að þá verðum við meira að selja í gámaeiningum og það tekur auðvitað eins lengri tíma þá að losa vöruna, en gengur samt ótrúlega vel. Og það eru, eins og ég sagði áðan, þó við séum með mikla birgðir að þá teljum við og okkar sölumenn að þeir séu með handsalaða samninga á uppistöðu af okkar birgðum, þannig að það er ekkert ef allt gengur á óskum. En auðvitað bolfiskmegin, þá er auðvitað, eins og kom fram hérna, það er búin að vera langvarandi samdráttur í bolfiskheimildum og þorskstofninn ráðgjöfum þar hefur verið niður. Og við erum kannski að sjá það núna í fyrirtæki að leggja skipum, það er að heyrast fréttir af því að það er verið að leggja tórum og ég held að það gæti alveg átt eftir að aukast eitthvað á næstu misserum þegar að menn þurfi að bregðast fara í aðgerðir til hagræðingar að mæta samdrætti í aflaheimildum. Nú, ég var hérna fyrir árið síðan með einanglarum loðnuvertíðina. Mér finnst mikilvægt að nú liggur þessi ráðgjöf fyrir eitthvað 280.000 tonn sem er auðvitað langt undir okkar væntingum og okkar væntingar byggðu við unglónumælingum sem voru frá haustinu 2021 sem voru með þeim mestu frá upphafi mælinga. Og nú þegar við útilega þessu, það var hlutur Íslands 139.000 tonn. Auðvitað eins og við erum búin að fara í gegn í tölum, þetta er gríðarleg sveifla frá síðustu vertíð. Og það má heldur ekki gleyma því þegar kemur það svona, hvaða afleiðingar svona sveiflur hafa. Við erum búin að sjá auðvitað fyrirtæki fjárfesta í skipastól. Til þess að mæta þessum sveiflum eins og vertíðinni fyrra þurftu menn að bregðast við, kaupa skip, við hættum við að selja skip. Þannig að það er búið að binda töluvert aukna fjármuni í þessu loðnu sem er svona dæmigerð hversu vond sveiflan er. En þegar vertíðin lítil eins og núna, þá held ég að fara nú megnið til manneldis. Nú samkvæmt mínum töflum, en ég tek það fram að þetta er bara mín áætlun og ég lagði hérna fram áætlun fyrir árið síðan líka síðustu vertíð. Og hún byggir auðvitað bara á því sem við erum að gefa okkur í verðmætum á tonn upp úr sjó.
og þá erum við að sjá það að þessi vertíð ætti alveg að geta skilað einhverjum 25 til 30 milljörðum þrátt fyrir mikinn niðurskurð frá síðustu vertíð og það er náttúrulega byggir á því að það náist að vinna sem mest af henni til manneldis. En auðvitað það óvissa með blessaðan kvóta, verður kvótinn aukinn og myndin hérna uppi sem sýnir súlurnar bláu, hún líka athyglisverð og segir okkur líka það og það mikilvægt varðandi loðnuna að við fáum að vita eins snemma og hægt auðvitað og það ekki gert nema með því að vera duglega að rannsaka og fara í leiðangra og reyna að átta okkur á hvað má veiða mikið og ekki að en það getur munað $200 á hverju tonni upp úr sjó frá fyrstu viku vertíðarinnar til síðustu viku vertíðarinnar þegar kemur að mjöl og lýsisvinnslu. En síðan sjáum við þarna bara verðmæti einstaka tímabila í sjáum við þetta að japansfrysting og loðnurhogn eru langverðmætust seinni hluta vertíðar. En þá ertu líka komin á þann stað að þá styttist tími sem þú hefur til að veiða fiskinn, þannig að eftir því sem að seinna kemur mikil aukning í kvóta þá getur verið erfiðara að ná honum og verðmæti tapast. Og staðan er svo að það mun allir bíða með þessi flestir reyna að sverfa fyrir þessi verðmætustu tonn en það getur líka hefur komið upp svo staða að menn hafa þá tapað niður kvóta á móti. Þannig að en auðvitað það gríðarlega jákvætt þó svo að við séum aðeins teljum þetta að vera dálítið skella því að við vorum með væntingar mun meira en þá verður þetta gríðarlega jákvætt fyrir fyrirtækin að hafa þennan kvóta fyrir framan sig frekar en að hafa engan kvóta. Og það jákvætt líka fyrir markaðinn að hafa þá allavega eitthvað magn tryggt til þess að geta framleitt inn á. Nú, ég held að ég ætla ekki að hafa neitt frekar orð. Ef það einhverja spurningar þá skal ég reyna að veita svör ef ég get en öðru leyti þá þakka ég bara fyrir áheyrnina og það líka hægt að senda inn á fjárfestir@shm.is spurningar sem við getum svarað á seinna ef það vaknar eitthvað eftir fundinn. Einhverja spurningar komnar eða? Ég ætla þá ekki að hafa þetta neitt lengra, það engar spurningar komnar og þetta náttúrulega komið inn í kauphöllina, bæði þessi yfirferð mín á þessi kynning, reikningurinn og tilkynning. Þannig að ég vona að við getum glöggvað eitthvað betur af því og þakka ég bara kærlega þeim sem að komu og voru í streymi að fylgjast með þessari kynningu. Ég gleymdi kannski að minnast á það að í upphafi sýndu við myndskeið, mínútu myndskeið sem að búið að vera að taka út á sjó hjá okkur á árinu. Mjög flottar myndir að við teljum og gaman að geta sett þetta svo upp og deilt þessu með ykkur. Ætlar að spila þetta í lokina?